Gleðilegan hvíldardag öll sömul og ég bið ykkur hjartalega velkomin. Áður en við hefjum stundina þá skulum við lúta höfði í bæn og biðja Guð að blessa stundina. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það fallega veður sem þú hefur gefið okkur. Við þökkum þér fyrir það fyrirheit að það sé bráðum að koma sumar og einnig fyrir það fyrirheit að þú komið brátt heim til að sækja okkur. Kæri Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur þegar við lofum þitt nafn og við fræðumst þig enn nánar. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina á því að syngja sálminn númer 308, Hjarta mér nær, sálminn númer 308. Já, við viljum hafa hann nær okkur, nær hjarta okkar. Við skulum flétta aðeins lengra í sálmi númer 335 og syngja Dvel hjá mér Guð.
ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Ritningarlesturinn sem að Ivo hefur valið, ræðumaðurinn í dag hefur valið fyrir okkur, er úr Dómarabókinni, 11. kafla og 1. til og með 11. vers. Og það kemur hér einnig á skjánum. Jefta, Gileadi, var kappi mikill, en hann var skækjusson. Gilead hafði getið Jefta og kona Gilead fæddi honum sonu og synir hennar uxu upp. Þá ráku þeir Jefta burt og sögðu við hann: Eigi skalt þú taka arf í ættfori, því að þú ert sonur annarar konu. Þá flýði Jefta burtu frá bræðrum sínum og settist að í landinu Tób. Þá söfnuðust til Jefta lausingjar og fylgdu þeir honum. Nokkru tíma eftir þetta hófu Amorítar hernað á hendur Ísrael. En Ammonítar herjuðu á Ísrael, lögðu öldungarnir í Gilead af stað til þess að sækja Jefta í landið Tób. Og þeir sögðu við Jefta: Kom þú og ver þú fyrirliði vor, og muni ver berjast við Amoríta. Jefta sagði við öldungarna í Gilead: Hafið þér ekki lagt hatur á mig og rekið mig burt úr ætt minni? Hví komið þér þá nú til mín, þá þér eruð í nauðum staddir? Öldungarnir í Gilead sögðu við Jefta: Fyrir því við nú aftur komnir til þín, og ef þú ferð með oss og berst við Ammoníta, þá skalt þú vera höfðingi vor allra þeirra búa í Gilead. Þá sagði Jefta við öldungarna í Gilead: Ef þér sækið mig til þess að berjast við Ammoníta og drottinn gefur þá á mitt vald, þá vil ég vera höfðingi yfir yður. Þá sögðu öldungarnir í Gilead við Jefta: Drottinn veri heyrnarvottur að tali voru og hegni oss ef við gjörum eigi það sem þú hefur mælt. Og Jefta fór með öldungunum í Gilead og lýðurinn tók hann til höfðingja yfir sig og fyrirliða. Og Jefta talaði öll orð sín frammi fyrir drottni í Mispa. Við skulum lúta höfði í bæn og ég býð þeim sem treysta sig til að krjúpa með mér til bænar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú hefur gefið okkur svo mikið. Þú hefur gefið þitt líf fyrir okkur. Þú hefur gefið okkur náð sem ný á hverjum degi. Þú hefur gefið okkur hvíldardaginn sem við getum notið saman og komið saman til að tilbiðja þig og læra meir þig og njóta samveru hvers annars. Kæri Faðir, við biðjum þig að fyrirgefa okkur þegar miður fer. Ég veit að ég ekki fullkominn og ég veit að ekkert okkar fullkomið. Og því erum við svo þakklátt fyrir þá miskunn og náð sem þú veitir okkur. Kæri Faðir, í hugum okkar mörg mál sem það sorgir og það veikindi. Kæri Faðir, við viljum leggja þetta í þínar hendur. Kæri Faðir, við viljum leggja áhyggjur okkar og daglegt amstur í þínar hendur. Kæri Faðir, við biðjum þig að þú megir gefa okkur þinn frið og þína hvíld. Kæri Faðir, þú þekkir öll þau bænaratriði sem hafa verið rituð í bænabókina og bænabók hjarta okkar og við vitum að þú munt vel fyrir sjá. Kæri Faðir, við biðjum fyrir landvoru og þjóð, fyrir kirkju okkar, bæði hér og víðsvegar land og allan heim. Kæri Faðir, við biðjum þess að þú meir koma skjótt. Við biðjum þig og við hlökkum til að fá að koma heim í þitt dýrðaríki, heim þar sem horfin synd og harmur og neyð. Já, kæri Faðir, við leggjum þetta allt í þínar hendur og biðjum þinn heilagan anda, hann megi vaka yfir okkur og leiða. Við biðjum þeim hjálpara þinn
Og við biðjum þig að þú með vera með okkur allt til efsta dags. Í Jesú nafni. Amen. Því næst skulum við syngja sálminn númer 427, Þú drottinn allra alda. Það þá komið að því að við munum taka upp safnaðargjafir hérna gjafirnar og þær renna til safnaðarsjóðs sem meðal annars sérum að uppihalda á hérna á húsinu og hér og slíku fyrir safnaðarstarfið. Kærleiksríki himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessar gjafir og margfalda þær, að það megi að vera starfið þínu til framdráttar. Kæri himneski Faðir, við vitum að þú blessar glaðan gjafara. Við þökkum þér og leggjum allt þetta í þínar hendur og þökkum fyrir það tækifæri til að gefa tilbaka til þín starfs. Í Jesú nafni. Amen. Jæja krakkar, þá komið að því að við ætlum að syngja barnasálminn og það að þessu sinni sálma nr. 179, Jesús hann hans elskar öll, og við ætlum að syngja eitt erindi á íslensku, svo ensku og svo spænsku. Endilega komið þið fram krakkar því að barnasagan næst. Ja.
1, 2, já, þið heyrið mér. Jæja, krakkar. Vitið þið að það ekkert svo langt síðan, það bara nokkra vikur síðan, að það var verið að kjósa hverju voru í sveitastjórn hérna á Íslandi og borgarstjórn. Það voru svona kosningar. Það á svona 4 ára fresti að þá kosið hver fær að vera yfir og passa upp á bæinn okkar. Eins og hérna í Hafnarfirði þá bæjarstjórn og hún tekur ákvarðanir og svoleiðis og hvað gerist. Og þá veljum við hverjir eru þar og það kosið. Og hvers konar fólk myndum við vilja hafa til að leiða svona heilu bæjarfélögin eða sveitafélögin eða lönd þegar það var að kjósa? Hvað haldið að fólk sé að hugsa? Hvernig fólk vill að fá? Gott fólk? Kannski einhvern sem er svona með svona sjálfstraust sem svona, þú sér bara, já þessi treysti sjálfum sér og ég treysti honum. Stundum er það þannig. Stundum leitu að þeim sem hafa mikla reynslu. Það er ekki mynd núna, því miður. Henni langar að hafa mynd. Það er alltaf gott að hafa líka myndir. En mér langar nefnilega til að segja ykkur frá því að einu sinni var Samúel spámaður að leita að erfingja af konungsríkinu Ísrael. Og Samúel hann fór og hann var að leita. Og hann fór á eitt stað þar sem voru, ég heldur að það verið 12 bræðurnir. Og þeir voru, yngsti bróðurinn, hann var nefnilega hirðir úti á akrinum og var að passa kindurnar. Og ég held ég þekkið hann hét nefnilega Davíð. Já, en allir stóru bræður hans, því hann átti sko fullt af stórum bróðurum, þeir sendu Davíð út á akurinn. Og þegar Samúel var með veislu, þá fekk Davíð ekki að fara með. En allir stóru bræður hans voru þarna. Og svo var Samúel, hann var nefnilega að leita af einhverjum sem gæti orðið konungur einn dag. Og Samúel spyr pappa Davíðs, eru þetta allir synir þínir? Já, Davíð reyndar út á akrinum. Og Samúel fer að skoða alla. Og fyrst fer hann og hann fer og sér elsta bróðurinn, sem er elstur, hann er frumburðurinn, hann ætti náttúrulega að vera konungurinn. Þegar hann var elstur og stærstur. Ég meina, Jóntas ekki ánæður ef að Jóhann Ingiberg verði konungurinn. Það ekki. Það er yfirleitt þannig að kongar eru fyrstu synir pappa síns. Nei, Samúel var ekki alveg, nei, Guð hefur ekki valið þig. Svo fer hann á næsta bróður og næsta og næsta og næsta. Og svo segir Samúel eitthvað á þessa leið, já, er þetta allir? Vantar ekki einhvern? Af því að hann var að leita framtíða konung Ísraels. Já, sko að vantar Davíð, við getum komið og sótt hann. Þá kemur Davíð og hann er búinn að vera að passa upp á kindurnar og hirðir og hann er yngstur. Og þá segir Samúel, þetta er sá sem Guð hefur valið. Og hann smurði hann með smyrsli, með olíu. Og akkur er ég að segja þetta? Því að stundum, þegar við erum að velja einhverja, já, allt er lagi ástu mín. Stundum, þegar við erum að velja, hverjir að vera leiðtogar, eða vera forseti, eða vera bæjarstjóri, eða vera leiðtogar, einhvers staðar yfir í þessu veraldlega, þá horfum við á aðra hluti en það sem Guð horfir á. En Guð horfði á hjartað og hann vissi hver Davíð væri. Og hann vissi að Davíð var rétti maður til að vera konungur. Hann var heldur ekki fullkominn, en það var ekki stærsti bróðurinn sem var með fínustu fötunum og var elstur. Heldur var það yngsti strákurinn, hann Davíð. Af því að Davíð hefði lært að treysta Guði. Og það skipti meira máli fyrir Guð. Þannig að stundum eru við fullorðna fólkið að horfa á allt aðra hluti en það sem Guð horfir á þegar hann velur okkur til að gera hluti. Og þess vegna þurfum við að hafa það í huga að Guð hefur hlutverk fyrir okkur öll. Og það gæti verið eitthvað sem kemur okkur óvart. Af því að Guð hann er með áform fyrir hvert og eitt ykkar og þeir eru svolítið mögnuð.
Eigum við að biðja saman, krakkar? Eigum við að spenna greipar? Ok. Kæri Guð, takk fyrir það að þú kennur okkur það að það ekki alltaf allt eins og við mannfólki höldum að það sé best. Þú veist miklu betur en við og þú þekkir okkur. Þú þekkir hvert og eitt. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú leiðir og stýrir og við þökkum þér fyrir það að þú ert með áform fyrir okkur, hvert og eitt barn sem er hér. Kæri Faðir, við biðjum þig að hjálpa okkur að fylgja þér, að hlusta á þína rödd og fylgja þér. Því við vitum það að þú ert með eitthvað stórkostlegt í huga og við biðjum þess öll saman og segjum í Jesú nafni, Amen. Takk, krakkar. Takk fyrir að hlusta þig og rosa dugleg. Þá gef ég Ívo orðið. Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir. Gleðilegan hvíldardag. Góður dagur í dag? Hver dagur góður dagur? Af því að gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Amen. How good are you at reading people? Hversu góð eru þið að lesa fólk? You know, most people are quite confident about this. Flestir eru nokkuð öruggir með þetta. And that they can read people really well. Og að þeir geti lesið fólk mjög auðveldlega. And we meet someone Við hittum eitthvað and we very quickly form an impression. og við búum til einhvers konar hugmynd manneskjuna. And, you know, can I trust this person? Get ég treyst þessum einstaklingi? Are they stable? Þetta fólk sem í jafnvægi? Are they capable? Geta þau gert það sem þau þurfa að gera? Are they honest? Þetta fólk sem heiðarlegt? And would I rely on them or not? Get ég treyst á þennan einstakling eða ekki? And often we don't even notice when we make those decisions. Og við tökum ekki eins og eftir því þegar við tökum þessar ákvarðanir í huganum. And they just feel obvious. Þetta bara svona, manni finnst þetta bara svona augljóst. There is a writer called Malcolm Gladwell. Rithöfundurinn Malcolm Gladwell. Have you ever read any of these books? Hafið þið heyrt þann rithöfund eða lesið bækurnar hans? Very good ones. Það eru mjög góðar. And he has a book titled Talking to Strangers. Og hann skrifaði bók sem heitir Að tala við ókunnuga. And he explores this very idea. Og hann einmitt fer yfir þessa hugmynd. And what he shows is actually a bit uncomfortable. Og það sem hann sýnir okkur þó nokkuð óþægilegt að lesa. Because again and again, in different situations, Aftur og aftur í alls konar aðstæðum. it is obvious that people are not very good at reading other people. Og það þá mjög augljóst að fólk ekkert rosalega gott í að lesa fólk. And he describes cases where trained professionals Og hann lýsir jafnvel dæmum þar sem eru fólk sem þjálfað og búið að mennta sig vel. you know, judges, Það voru investigators, dómarar eða jafnvel fólk sem vinnur við rannsókn. or intelligence personnel, officers. Yeah. Já, við svona lögreglustörf. And they look at the person, listen them to speak, Þeir horfa á einstaklingin, hlusta á hann tala and then come to the wrong conclusion. og koma svo að rangri niðurstöðu. And people who lie but sound confident, Fólk sem lýgur en með mjög gott sjálfstraust, they are believed. Fólk trúir þeim. And people who tell the truth, Og fólk sem segir sannleikann but they seem nervous, en virðast vera óörugg með sig, they are doubted. það efast þá einstaklinga. And people who look calm are trusted, Og fólk sem yfirvegað því treyst. even when they shouldn't be. Jafnvel þegar það ættir hún ekki að treysta þeim. And they followed in one place judges who had to make decisions
Það var verið að fylgjast með dómurum sem að þurftu að taka ákvörðun. on which person should be released or kept in custody. Hverjum ætti maður að halda, leyfa að fara lausan eða halda ennþá í varðhaldi. And judges would look at the people, Og dómararnir litu á fólkið, listen to them, hlustuðu á fólkið, observe their behavior, fylgdust með hegðuninni and make a judgment. og dæmdu svo. And they were very confident about their decisions. Og þeir voru mjög öruggir með ákvörðunina. But then they gave the same cases to a computer program. En svo létu þeir tölvuprógram fá sama efni Without intuition, sem að hafði þá, var ekki með neina svona eðlisávísun Without- eða hugboð without emotional intelligence, og sem var náttúrulega ekki með neina tilfinningagreind. and it came out that computer programs were more accurate in making those decisions. Og kemur í ljós að tölvan var betri að komast að réttur niðurstöðu. Computers that didn't see the persons, Tölva sem sá ekki fólkið, didn't hear the voices, heyrði ekki röddina þeirra. they were more often accurate. Þessar tölvur höfðu oftar rétt fyrir sér. And that is quite offensive to us as human beings. Og þetta náttúrulega frekar niðurlægjandi fyrir okkur mennina. Because we trust our abilities, Því við treystum getu okkar. but something in our instinct can lead us to wrong conclusions. En það eitthvað í okkur sem leiðir okkur að röngum niðurstöðum. Now, the evidence shows that we are not even as close being good in it as we think we are. Og sönnunargögnin sýna að við erum ekki eins og nálagt því að vera eins góð og við höldum. But the Bible says this goes even deeper. En Biblían segir að þetta fer jafnvel dýpra. This doesn't affect only how we read people. Þetta hefur ekki aðeins áhrif á hvernig við lesum fólk. It can affect how we recognize what God is doing. Þetta getur líka haft áhrif á hvort við könnust við það sem Guð að gera. There is a story in Matthew chapter 12. Í Matteusarguðspjalli 12. kafla, And Jesus heals a man. þar Jesús að lækna mann. And the people are amazed. Og fólkið ofsalega upprifið yfir þessu And they start asking, og byrja að spyrja spurninga. could this be the son of David? Þeir spyrja, gæti þetta verið sonur Davíðs? In other words, Yeah. is God working here? Með öðrum orðum, Guð að starfa hér? But religious leaders, they see the same thing happening. En trúarleiðtaugarnir sáu nákvæmlega saman sem var að gerast. And they come to a completely different conclusion. Og þeir komust að allt annarri niðurstöðu. They say, Þeir sögðu, this is not from God. þetta ekki frá Guði. This is from the prince of demons. Þetta kemur frá prinsi djöflana. They are looking at the work of God, Þeir að horfa á orð Guðs and they are getting it completely wrong. og þeir miskilja þetta algjörlega. And this is where Jesus stops Og þarna nemur Jesús aðeins við and says something very serious. og segir eitthvað mjög alvarlegt. He talks about this famous blasphemy against the Holy Spirit. Og hann talar guðlest gegn heilugum anda sem svo frægt. Now, this is not meant to make us anxious, Þetta ekki sagt til að gera okkur kvíðin, but this is meant to wake us up a bit. heldur til þess að hrista hans við okkur. Jesus is basically saying, pay attention. Jesús bara að segja, takið vel eftir. It may happen. Þetta getur gerst. You see something that God is doing, Þið sjáuð eitthvað sem Guð að gera and you call it something else. og þið kallið það bara eitthvað annað. It's like something in us starts to close. Það eins og að sé eitthvað hið innra með okkur sem að byrjar að lokast. If we are too sure that we are right, Ef við erum viss að hafa rétt fyrir okkur, that we stop recognizing what God is doing. að þá hættum við að gera eitthvað grein fyrir því hvað Guð að gera. God works through messy people. Guð vinnur í gegnum fólk sem jafnvel með allt í óreiðu. And we as human beings are not always good at recognizing that. Og við sem mennir, við eigum ekki auðvelt með að kannast við þetta. Now, that doesn't mean every
wrong judgment is something extreme. Og það þýðir ekki að þegar við dæmum rangt séu einhverjar öfgar. I mean, we all get things wrong. Við skiljum oft hlutina á rangan veg. I don't know about you, but I do. Yeah. Ég veit ekki með ykkur en allavega ég. That happens. Þetta gerist. But Jesus is warning about something deeper. En Jesús hann að vara okkur við einhverju miklu alvarlegra. That it might be that we don't see God working. Að það getur gerst að við sjáum ekki að Guð sé að vinna. And this kind of misjudgment can happen anytime. Og svona getur gerst að við séum að miskilja, getur gerst hvenær sem With anybody. Og gagnvart hverjum sem In the early history of the Adventist Church in North America, Í byrjun sögu adventismans í Norður-Ameríku, there was a man þar var maður named Mikhail Belina Tchaikovsky. sem að hét þetta, sem hann var að segja. Have you heard about that man? Hafið þið heyrt þennan mann? He was a passionate but somewhat uncontroversial preacher. Hann hafði mjög mikla ástríðu en he was what? Unconventional. Yeah. Já, hann var svona So I óvenjulegur. said the wrong word, I think. Unconventional. Yeah, Mjög not very ordinary. Hann var ekkert svona eins og allir hinir. And he tried to persuade Hann the var- newly organized church leadership Hann var að reyna að sannfæra þessa nýju leiðtoga þessara nýrri kirkju sem var að hefja sín fyrstu skref to send him to Europe as a missionary. og senda hann til Evrópu sem trúboða. And the church refused Og kirkjan hafnaði því for different reasons. vegna ólíkra ástæðna. One was that they thought that he was too new in faith. Sumir sögðu að hann of ungur í trúnni. And he had come he was a former Catholic priest. Hann var fyrrum kaþólskur prestur. And he was not very good with money. Hann var ekkert sérstaklega góður með peninga heldur. And he was unwilling to listen to authority. Og hann var ekkert sérstaklega viljugur að hlusta á yfirmenn sína. And he was generally considered as unstable person. Og hann var svona yfir höfuð talin vera óstabill. So I wouldn't blame these leaders at that time. Þannig að ég hef kannski ekki áfellst þessa leiðtoga á þessum tíma að taka þessu ákvörðun. But he had a strong burden En hann var með svo sterka samfæringu to take the message to Europe. að fara með þannig boðskap til Evrópu. Adventist Church didn't have foreign mission at that time. Aðventkirkjan var þá ekki með neitt trúboð utan síns eigin lands. It was North American. Það var bara í Norður-Ameríku. And he wanted to go. Og hann vildi svo fara. He was willing to go. Hann hafði mikið vilja til að fara. He felt called to go. Hann fann fyrir þessari köllun að fara. But the church leadership didn't trust him. En leiðtogakirkjuna treysti honum ekki. And they didn't send him. Og hann var ekki sendur. And instead, 10 years later, Og í staðinn 10 árum síðar, 10 years later, 10 árum síðar, they chose someone else. það var einhver annar valinn. His name was John Andrews. Og hann hét John Andrews. Do you know that name? Kannist þið við það nú? He's much more known. Hann mun þekktari. Andrews was everything you would expect. Andrews var með allt sem hægt var alltaf góða sem hægt var að búast við. He was educated. Hann var vel menntaður. He was steady. Hann var alltaf að treysta á hann. He was reliable. Og já, hann var svona mjög stöðugur. He was exactly that type of person you would choose as the representative of the church. Einmitt einstaklingur sem maður myndi velja til þess að fara fyrir kirkjunni á erlendur grund. But before ever Andrews ever arrived in Europe, En áður en Andrews kom nokkuð tíma til Evrópu, Tchaikovsky had already gone þá var Tchaikovsky nú þegar mættur á staðinn. 10 years earlier. 10 árum áður. Without official support, Án þess að fengið svona formlegan fjárhagsstuðning, without being sent, án þess að hafa verið sendur, he found his own way, hann bara fann einhvern veginn út úr þessu, very unconventional way. mjög óvenjulega leið. And he traveled across Europe, he preached, Hann fór yfir Evrópu, ferðaðist yfir Evrópu, predikaði and he began forming some of the earliest Seventh-day Adventist groups in Europe. og hann byrjaði að mynda fyrstu aðvent hópana í Evrópu. And it might be said Og það væri hægt að segja that Tchaikovsky is actually the father of Seventh-day Adventism in Europe.
Það má segja að Tchaikovsky sé faðir adventismans í Evrópu. as well as father of Adventist mission. Allavega advent trúboðs í Evrópu. Because of his work, the church was forced to start foreign mission. Vegna þess sem að hann var að gera, þá var kirkjan þvinguð út í það að hefja erlent trúboð. And it became international because of him. Og vegna hans þá var þetta alþjóðlegt. And now that doesn't mean the leaders were against God or anything like that. En það þýðir ekki samt að leiðtogarnir hafi verið á móti Guði. They were just trying to figure things out, like Sure. we all do. Og þeir voru bara að reyna að finna út úr hlutunum, bara eins og við allt gerum. But they didn't see the whole picture yet. En bara þeir sá ekki alla stóru myndina. The church chose the safe person. Kirkjan valdi þann sem þau gátu virkilega treyst. But God was already at work. En Guð var nú þegar hafinn starfa. And through the person they didn't choose. Í gegnum einstakling sem að þeir höfðu ekki valið. And to be honest, Og til að vera alveg einlægur, when you read Tchaikovsky's story, að þegar við lesum söguna hann Tchaikovsky, his story is not simple either. sagan hans heldur ekkit sérstaklega einföld. And he was not always easy. Það var ekki alltaf auðvelt að eiga við hann. He was not always steady. Það var ekki alltaf hægt að reiða sig á hann. And he made some very weird choices. Og hann tók margar einkennilegar ákvarðanir. God works through messy people. Guð vinnur líka í gegnum fólk sem er í óreiðu. And we are not always good in recognizing that. Og við erum ekkert alltaf sérstaklega góði að kannast við þetta. And when we come back to our story that we read earlier, Og þegar við komum aftur til söguna sem að við lásum áðan, the story of Jephthah, sagan Jefta, we see the same kind of thing. við sjáum nákvæmlega sama gerast. There is a story in the book of Judges Það saga í dómarabókinni of a man that no one would have chosen. mann sem enginn hefði viljað velja. And his name is Jephthah. Og það var Jefta. We are told in the beginning of the story Okkur sagt í byrjun sögunar that he was a mighty warrior. að hann var mikill stríðsmaður. This is a big thing to say about someone. Þetta er stór orð til að segja einhvern. I mean, of course, if you say about an Icelandic man today Ef þið segið einhvern Íslending í dag that he's a mighty warrior, að hann mikill stríðsmaður, it doesn't even sound good anymore það hljómar ekki vel í dag. because it sounds like a brutal thing, you know, Það hljómar eins og að þetta sé mjög svo ofbeldisfullt, not civilized, ekki beint eins og not siðmenntað, nice. ekki sérstaklega, hljómar ekki vel. But in these days, it was the best thing to say about a man. En á þessum dögum var þetta það besta sem hægt var að segja nokkurn mann. But being a mighty warrior was not his problem. En vandamáli hans að vera mikill stríðsmaður, það var ekki hans vandamál. The problem was his story, his background. Bakgrunnur hans var vandamálið. And he says he was the son of a prostitute. Hann var sonur vændiskonu. And because of that, his brothers drove him away. Og vegna þessa var honum vísað dyr af bræðrum hans. They had a common father. Þeir áttu allir þennan föður, sameiginlega föður. They said, we are not going to share our inheritance with you. Við ætlum ekki að deila okkar arfi með þér, sögðu þeir við hann. So you don't belong here. Þannig að þú tilheyrir ekki þessu heimili hér. So he leaves. Þannig að hann bara yfirgaf svæðið. And he ends up on the margins, as they say, Þannig að hann endar bara einhvers staðar í útjaðrinum with similar people. með svipuðu fólki á honum. It says that there were all sorts of complicated people with him. Það var alls konar skrítið og flókið fólk sem var dálítið svona sérstakt. And if you were building up your leadership team or any team, Og ef þú ert að byggja upp teymi í kringu þig til leiðtogastöðu, he wouldn't be your first choice at all. þá hefði þið aldrei valið hann svona í fyrsta sæti. I guess he wouldn't be even in the list or on the list. Hann væri ekki eins og á listanum. But then a crisis comes. En svo kom upp einhver alvarlegt vandamál, War. stríð.
And suddenly they need someone. og allt í einu þurfa þeir á einhverjum að halda. And they remember him. Og þá myndu þeir eftir honum So they go to him. og þeir fara til hans, The same people who had pushed him out. sama fólkið og hafði rekið hann út. And now they tell him, come and lead us. Þá segir við hann, komdu og verð þú okkar leiðtogi. And he says, Og hvað segir hann? didn't you hate me? Þú hötuðu þið mikið. But he comes back. En hann kemur samt tilbaka aftur. He leads them. Hann gerist leiðtogi þeirra And God works through him. og Guð vinnur í gegnum hann. God works through messy people. Guð vinnur í kringum fólk sem er í óreiðu. But we are not very good always at recognizing this. En við erum ekki oft sérstaklega góð í að kannast við þetta. And if you keep reading Jephthah's story, Og ef við höldum áfram að lesa sögunans Jefta, it actually gets complicated later. að þá verður sagan jafnvel ennþá flóknari. This is not a perfect hero story. Þetta er ekki þessi fullkomna hetjusaga. God is working through someone who is still not finished. Guð er ennþá að vinna í gegnum einstakling sem hann er ekki alveg búinn að vinna með. Or maybe better expression is to say the other way, very unfinished. Það ná mikið eftir með að hjálpa þessum einstaklingi í að And this is breytast. where it connects with what Jesus was warning about. Og þetta er það sem að Jesús var að vara okkur við. Sometimes we are thinking that we are being careful, Stundum erum við að hugsa að við þurfum að vera varkár and we might be missing what God is actually doing. og þá getum við verið að missa því sem Guð er einmitt að gera. If we are only looking for the right kind of people. Ef við erum alltaf að leita bara að akkurat rétta einstaklingnum. So what does this mean for us? Hvað þýðir þetta fyrir okkur? What are the criteria that make us sometimes write people off? Og hvað er það sem veldur því að við dæmum fólk og leik? What kind of people are the ones that we think, okay, we can't really take them seriously? Hvaða fólk er það sem að við hugsum, já, ég get ekki alveg tekið þennan einstakling alvarlega? Or what makes us assume that, oh, God will not use that person? Eða hvað gerir það verkum að við komumst á þeirri niðurstöðu að Guð getur ekki notað þennan einstakling? Or maybe you yourself have been that person Eða kannski hafið þið verið þessi einstaklingur and you have felt that others have written you off sometimes. og ykkur hefur fundist að aðrir hafi, bara afskrifað ykkur. So think about people in your church, Hugsaðu fólkið í kirkjun ykkar, outside of your church, fólk utan kirkjunar, in other churches, fólk í öðrum kirkjum, or visibly not connected to God at all. eða jafnvel fólk sem er ekki tengt Guði á nokkurn hátt. We call it being wise, Við köllum það að hafa visku, careful, fara varlega í hlutina discernment. og íhuga vel hlutina. But sometimes we might just be wrong. En stundum höfum við bara á röngu að standa. Not just about a person, Ekki bara varandi persónur, but about what God is doing. heldur líka hvað Guð er að gera. So here is the question. Og hér kem ég með eina spurningu. Are we recognizing what God is doing? Erum við að sjá og viðurkenna það sem Guð er að gera? Because God might be at work Því að Guð gæti verið að verki, right in front of us, beint fyrir fram að nefið á okkur and we just don't see it. og við bara sjáum það ekki. And so maybe carry this with you Takið þetta í veganesti með ykkur. when you think about these stories that we shared today. Þegar þið hugsum þessar sögur sem ég var að deila með ykkur í dag. Where might God be at work now? Hvar getur Guð verið að störfum núna? Through someone I would not have chosen. Í gegnum eitthvað sem ég hefði ekki valið. Because the next person God uses Því að næsti einstaklingur sem Guð notar might not be the person we expect. gæti verið sá einstaklingur sem að við erum ekki að búast við. God is at work all the time. Guð er að starfa stöðugt. And God works through messy people. Og Guð vinnur í gegnum fólk sem er í stöðulust. And we are often not very good
at recognizing this. Og oft erum við ekki góð í að kannast við þetta. Amen. Amen. Takk fyrir. Við þökkum Ivo fyrir þessu góðu orð og við skulum syngja að lokum salmin númer 419, Heyr nú kallar. Salmurinn númer 419, Heyr nú kallar. Það byrja ykkur að rísa á fætur til að hlýða á blessun og Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplýsti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.